Ólafur Ólafsson, fyrirliði Grindavíkur, velkomin í Sipparspjalli til bikarvikunni. Hvernig leggst þú í því? Bara vel, bara fyrir tilökunar. Kannski að það komið fram, þetta viðtalið tekið, tæpum 2 vikum fyrir þessa bikarhelgi. Þeir eru búin að spila 1 leik eftir að Seth Leday mætti til leiks, samfærandi sigur gegn Fjölni. Er ekki bara allt upp á þér í paradísinni núna? Jú. Við bara ætlum að halda okkur á jörðinni, sko. Bara taka 1 leik í einu og sjá hvað það skilar okkur, sko. Þannig að við höfum basically ekkert efni á öðru að vera að tala um einhverja, hvort það sé komið eitthvað. Við getum alveg eins tapað næsta leik með 50, sko. Já, en við vitum það báðið. Það býr náttúrulega hellingur í þessu liði, Grindavíkur. Og menna, en það hefur náttúrulega basically allt gengið á móti. Kannavesen, hann meiðist, Dagur meiðist, þannig að nú eru bara komin fullskipuð sveit og það er bara áfram gakkavendalega. Já, vonandi að þetta bara haldist út bara tímabili að við séum að setja upp framistöðu það sem við erum sáttir við. Skilur, það sem við erum að tapa kannski leik sem að þeir voru bara betri en við. Við vorum ekki að tapa því að við vorum liðlegir að gera það sem að það var lagt upp með, en þeir voru bara betri og þess vegna unnuðu leikin. Og við bara það vonandi það sé bara komið til að vera, þannig að ég bið bara að sjá til hvað gerist í næsta leik og þá það er bara gaman að sjá hvernig við komum til leiks. Já, en þetta vitanlega náttúrulega snúast bikar, þannig við skulum bara snúa okkur alveg að honum. Þú meiðist illa 2012. Jú. Varstu komin tilbaka þegar Grindavík mætti Stjörnunni í úrslitum 2013? Varstu byrjað að spila þá? Já, er ekki svo, minni það. En þá varst náttúrulega bara rétt að komast að lappir þá. Jú, ég held það, sko, ég held ég bara verið bara svona. Og sáleikur tapaðist, þannig að við skulum kannski ekki dvelja neitt lengur við hann eða? Nei, hann tapaðist, jú. Já, svo varstu komin bara í hörku gott form 2014 þegar Grindavík vann IR, manstu vel eftir því til dæmis? Já, svo sem, en við vorum bara, þetta svo fyndið, sko, þetta bara hvernig þú mætir, sko. Já. Það skiptir eiginlega engu máli ef þú mætir ekki tilbúin í undanúrslit bikar og úrslitaleikur bikar, skilur, þá áttu bara að vera að gera eitthvað annað, sko. Þannig að við bara mættum tilbúin þá og unnum þá samfærandi. Já. En ég hef farið alveg í hvað við segja 2009, 10, 11, 12 fórum við líka, nei ekki 12. 12 fórum við slegnir út á móti KR. Já, 13. 13 og 14 í úrslit. 13, já. Við hef farið í úrslit alveg 2009. Við fórum í úrslit alveg eitthvað 3 eða 4 ára. 2009, hvað ertu gamall þá? 19 ára. Nú, ég held að það bara verið 13 þá, ok. Ég hef fættur 90, þannig að það er ekki erfitt að reikna það út. Nei. Ég hef farið í nokkra úrslitaleiki, sko. Já. Þrátt fyrir að ég hef farið í ykkur 6 úrslitaleiki, sko. Við fórum ekki 2009, ekki, þá vann Stjarnan KR, sætla minninga. Já, þá 2000, ég er úti, já. 2010 og 11. 2010, 2011, 12. 2010 móti Snæfellið ekki, töpuðum. 2011 móti KR. Já, nei, 2011, jú, móti KR. Fyrst með Selga fór í úrslitaleiki, sko. Með Kevin Sims. Og Ryan Patinella. Og Mladen, hvað heit hann? Mladen Soskic. Mladen Soskic, Dækos, mást ekki við söndum lagamann. Það döði ekki. En já, svo fórum við ekki 2012 fyrir Íslandsmeistarar, svo fórum við 2013, 14. Og síðan ekki svona meir. Hvenær byrjaði þetta bikarformat, manstu það? Þetta Final Four? 2016. 2016? Fyrsta ára hans Jóhans. Nei, annað ára hans Jóhans. Eða hvort það sé 2015 eða 14, ég man ekki. Já, en allavega við fórum 2017, ég tala um við allar ég Grindvíkingur. 2017 og það var á 50 degi ef ég man rétt. Já. Og það var hörkuleikur. Jú. Og við, þósarinn voru búin að vera yfir meira og minn allan tíman en við gerðum þetta close leik í lokin. Manstu vel til þeim leik? Já, alveg bara. Það var alltaf frábært tímabil hjá Grindavík þá. Já, við vorum við höfum verið svona underdogs í þeim leik, sko. Af því við vorum ekkert
mjög hátt í töflunum mínum. Nei. Það hefði verið bara einhver 7. eða 7. á þessum tímapunkti sko. Já. Og tökum svo eitthvað renn hann eftir bikarinn eftir að við, já, ég man alveg þeim leik, hérna tókum Carberry fór alveg agalega illa með okkur. Já. Setti niður risastór skot. Og Lewis nokkur klins lét lítið á sig bera hérna lengi framan en svo tók hann smá skorpu hann í lokin. Já, lifnaði sig yfir honum. Þannig að þetta endaði sem close leikur en auðvitað svekkjandi vera komin. Er þetta ekki mjög skemmtilegt format? Hvað finnst þér þetta nýja system að halda bara þessa bikarviku í höllinni? Þetta er alveg skemmtilegt sko, örgulega fyrir áhrandan en það var alveg ákveðin sjarmur yfir því að vera bara þetta væri bara einn leikur sko. Já. Á þeim tíma sko og það eru margir sem að tala það, svona leikmenn sem eru hættir sko, að þeim finnst að sjarminn sé dottin úr þessu. Sjarminn fari kannski aðeins á þessu. Já, því að þú ert basically, það var svo gaman að vera að spila kannski úti eða heima og þú varst að fara að keppast til að komast í höllina. Komast í höllina, já. En þú varst svona ennþá að því en þetta er alveg skemmtilegt form skilur, þetta er örgulega Já, og allir stærra og allir unglinga leikinni spilar þá svona kringum þetta. Já, þetta er ekkert slæmt sko. Nei. Þetta hefur ekkert slæm áhrif. En hvernig líst þér á þennan leik á móti Fjölni og með fullir virðingu fyrir þeim þá hefur væntanlega viljað draga þá út úr hattunum heldur en Stjörnun eða Tindastól eða hvað? Skiptir ekki máli? Ég held að skiptir svo sem ekki máli sko, af því að og minna á notabenni Fjölni náttúrulega vann Keflavík. Fjölni vann Keflavík sko. Og því skildu þér ekki að geta unnið Grindavík. Ef að þú mætir ekki tilbúin á móti Fjölni þá vinna þér skilur þú. Þú ert ekki alveg svo Keflavík væntanlega þeir bara mættu þeir mættu bara örugglega bara með hang skilur þú. Maður veit alveg, maður har fundið fyrir þessa tilfinningu skilur, maður er kannski að spila móti lakari liði og þú ert í öðru sæti. Já, þú telur bara vera betri og ætlar bara að taka þetta með annari hendinni sko. Þá allt í einu farið bara einhvern skell. Og erfitt að koma sér einhvern veginn upp og því þá og ætla að gíra sér þá í gang og það er mjög erfitt sko. Og fara að spila, skilur þú ert kannski að spila ákveðna vörn sem að þú varst ekki að gera í fyrri hálfleik og svo ferðu að spila harðari vörn skilur þá skilur fer þetta öðruvísi þá skilur ferðu að vera pirraður eitthvað svona pirrað á ákveðnum hlutum og hitliði svona gengur á lagið og hérna ég meina ef við mætum ekki tilbúnir á móti Fjölni í undanúrslitum sko, við getum svo sem ekki talað að vera að mæta Tindastól eða Stjörnunni sko. Þetta er eiginlega bara, ef við hefum mætt Tindastól og við hefum ekki mætt tilbúnir þá hefur við tapað og ef við hefum mætt tilbúnir þá hefur við unnið skilur, við erum með það gott lið að hérna, þegar við erum allir á sömu blaðsögunni, allir tilbúnir að gera þetta fyrir hvern annan þá er hans erfitt að eiga við okkur sko. Og er það ekki bara mjög einföld krafa, nú er svona fyrirkomulagið á þessu að hvert lið fær bara sína 500 miða, fullorðinsmiða, 150 barnamiða og allt selt á Tix og við getum líka Grindavík að selja líka hardcopy miða. En það er væntanlega bara skýrlaus krafa frá þér sem fyrirlið liðsins að hver einasti miði verður seldur. Já, allir þú vilt bara fá stúkuna. Ég hef, eins og sagði ég spila marga leiki í höllinni og hérna, það var aldrei vantað þetta hjá Grindavík. Það er sem ég veist mætingin í vetur til dæmis með hvað við erum búin að vera hrottalega lélegir á köflum, bara búin að vera bara lygilega góð sko. Já. Að það er alltaf einhverjir skilur 200-300 miðar kannski sem seljast inn á alla leiki, heimaleiki skilur. Ég veist þetta bara þetta er svona ekki sinn skilur frá okkar hálfu hvernig við erum búin að vera. Skilur, ég er búin að velta svo mikið fyrir mér hvernig við erum búin að vera skilur, sem sjálfur, sem Grindvíkingur sko, að vera að setja upp svona framistöðu fyrir fólk sem er að nenna að koma og borga sig inn skilur, til að horfa á þetta. Það er svona veistu það, en ég hef litlar skilur, ef það verður eitthvað það verður þá bara 1 eða 2 miðar eftir sem að verða ekki stúkan skal verða, svona, það er nú reyndar hálffyndi, Grindavík verður í Fjölnir dróst á undan og er heimavallarliður. Þannig að ef að mæta þarna bara í bláum búningum eða ef að mæti okkar gula skiptir engum bara mæta og láta í sér heyra þetta nafni á liðinu þá hérna, er mér alveg sama þá skiptir búningurinn engu máli. Grindavík er náttúrulega gul, þetta er gul paradís þannig að þetta er eiginlega bara við vitum alltaf við bekkunni hérna megin þá er sviðin hérna megin við erum ekkert að fara að rugglast skilur í leik að við erum ekkert að fara til Fjölnistúkuna og þú munt alveg þekkja mig til dæmis í stúkunni þótt ég verði í gulu og Fjölnir er í gulum búning. Það er ekkert, það fer ekkert að milli mála.
og þeir eru náttúrulega ekki farin að leggja hennar leik upp en svona með hvernig verður ekki kannski bara vandarsamt verk fyrir höndum og ykkur að þú veist, þetta var tiltölulega auðveldur sigur hérna á föstudaginn á móti Fjölni og þú verður að fara að mæta þeim, verður ekki að reyna að þurrka það bara algjörlega úr kollinu, þannig að menn mæti ekki eitthvað væri kærir og... Jú, þetta er svo upplega, þetta er svo ég er búinn að segja oft núna eins og man ekki hvað leikur það var sem tökum það er Njarðvík eða örugglega Njarðvík, þá sagði ég Danni líka búinn að predika þetta skilur, það er eiginlega bara hver einasti leikur sem eftir er eiginlega bara basically svona pínu byggarleikur. Já. Annarkvort ertu bara út eða inn sko. Þannig að hérna við þurfum eiginlega bara eins og ég sagði ef við erum hausinn rétt skrúðar áskilur þá erum við ógeðslega góðir að spila körfubolta. Við þurfum að gera þetta fyrir hvern annan, gerum þetta saman. Þá er ansi erfitt að eiga við okkur sko, af því að við erum það góðir í körfu þannig að. Og nýji kannski aðeins í lokin, nýji Kaninn, var hann ekki bara með mjög flotta einhver með fyrsti leikur og svona, lísmönnum ekki bara vel á hann? Bara flottur sko, hann bara... Og betri svona andi kringum hann heldur en... Já, hann er... Gamal Kallgreið. Hann er á fullu allan tíman. Já. Og hérna... Og ég ætla bara... sé bara svona mikið með þessar strákar sem er að koma beint úr skóla sko. Já. Þeir eru að byrja þeir eru að byrja atvinnumannaferilinn. Þá er bara greddan alveg í botni. Og ef þeir eru í einhverju meðhegi sko, þá verða þeir bara úti það sem eftir er. Já. Í staðinn fyrir að vera að fá eitthvað gæja með eitthvað prófíl. Já, nákvæmlega. Þá er hann bara skilur að hugsa út í það að koma til Ísland bara ná sér tölum og fara svo bara eitthvað annað skilur. Hann er alveg saman allt og allir kringu sig sko, hann er bara að hugsa sjálf á sig. Þannig að mér fannst þetta bara frábært. Þannig að hann kemur með flott attitúd alveg. Já, hann er bara flottur sko. Nú er þú oft verið þekktur fyrir að vera dálítið gormur. Finnst þér ekki lýgilegt hvað hann er mikill líðsáttabæð með að hann fór í aðgerð á crossbönd, eða sleitt crossbönd massi fyrra? Ég veit að þetta er bara aðgerð í Ameríku, þú ert í 3 vikur í efnaða crossböndi sko. Þannig að hann er bara... Spreyta eitthvað drastlíði og þú ert bara góður sko. Þannig er hann í Hammerist til alveg verið bara búin að jafna sig? Já, ég skil hann finnur eitthvað pínu stífur skilur eitthvað svona ennþá en það leit ekki út, ef hann er á fullu og hérna spila vörn og sókn og gera það, hann leggur sér bara fram í það og þá er ég ekki mikið að setja út á það sem að hérna hvort það fari ekki onni, ég meina ef hann hittir ekki sókn þá er hann alltaf að leggja sér fram í vörn, þannig að það er ekki hægt að setja hann út á. En hvað með þig, þú veist, þína frammistu í vetur, er von á meir eða hvernig staðan Úlaf? Ég hef alveg verið betri sko, ég hef ekki átt mitt besta tímabili, við ekki það alveg sjálfur sko, ég veit það manna best sjálfur sko. Og út af hverju? Eitthvað? Ég bara veit það ekki sko, ég bara einhvern veginn, hvort ég sé að hugsa á mikið, það geti kannski verið málið. Já, þú ert ekki það mikill hugsuður að þú er eitthvað verið í því? Næ, hvort að ég sé að einbeita mér á mikið að þessu leiðtoghlutverki eða hvað, ég veit ekki alveg hvað það er sko, en það er bara, ég er að prófa nýja þegar núna og hún virkaði allan að síðast, þannig að Já, þú varst nú flott að leggja á móti Fjölni og mér fannst þú nú einn af okkar betri mönnum á móti Njarðvík allavega, þannig kannski erfitt að taka menn eitthvað út úr þar, það var óvinnu daburt en það var agalegt. Þú allavega reyndir, það er hjarta. Það vantar pínu meira hjarta í þetta en það er á uppleið. Já, og í lokin er ekki bara hver einasti Grindvíkingur, kannski ekki hver einasti, við náum kannski ekki að koma 3500, við erum alltaf að verða 3500 sko, við erum að verða Hugey, stór bær sko. Já, við fáum kannski ekki alla á þennan undanúrslitaleik en við viljum alla að selja þessa 500 með það. Ef að eldgósið fyrir í gang þá flýja allir þá þarftu að selja alla með hann. Nákvæmlega. Það eru flott, takk fyrir. Takk.